byrja á því að vekja Baltasar. Baltasar. Nú verður leikskólan. Verður leikskólan? Má koma? Nei. Ja, herru, þá erum við komið fyrir utan leikskólan með Baltasar, ætla að henda honum inn, svo fyrir við heim og fáum okkur shake. Jæja, þá erum við komin heim og gekk ótrúlega vel að fara með Baltasar og hann grét ekki neitt. Ertu vangefinn, maður? Já, gekk ótrúlega vel að fara með strákinn, hann grét ekki neitt, fór bara strax að leika sér og þannig að það er bara merki að hún lifir vel, hún finnst þetta gaman. Fáum okkur shake. Þegar ég að fara að vinna, vá hvað óþægt að hafa skjáinn svona. Æ, við sjáum það. Ég að fara að vinna þetta. I will win it. In it to win it. Hann segir eitthvað. Herru, þá er ég búinn að drekka shakeinn. Það sem ég er að fara að gera núna er að fara að pússa hennar vegg. Hennar vegg. Og undirbúa það að ég geti fara að mála hann. Ég þarf líka að spasla hérna. Hennar vegg. Og svo bara vonandi er þetta að fara að vera búið. Og já, ég hvet þig, ef þú ert ekki að fylgja mér á Snapchat, þá getur þú fylgt mér á Snapchat. Það er bara basically Danny DH. Bara ferðið í search hvernig þú gerir þetta og alltaf með þar. Þannig að það sem ég er að fara að gera núna er að fara að gera þetta. Já, eins og ég var að segja, pússa þetta. Og svo eftir er ég og Anita að fara á Kiss FM og erum að fara í útvarpsviðtal út af því að ég og Anita erum að fara í keppni. Þú getur séð þá auglýsingu núna. Við erum semst að fara að tala um þetta, af hverju við erum að fara að gera þetta, hvernig leikreglur verða, hvernig staðan á okkur er akkurat núna og hvernig við ætlum að verða eftir 12 vikur. Þá er komið desember og það verður refsing og við erum að safna hugmyndum refsingu, þannig að ef þú hefur einhverja refsingu fyrir okkur, bæði ef við náum ekki þessum árangri fyrir þessum tíma, þá getur þú kommentað hérna fyrir neðan. Við söfnum öllum hugmyndum og sem er bara snillt. Það er útrúlega gaman að hafa smá svona spark í rassinn að drullast til að gera eitthvað. Og já, ég ætla að fara að pússa þetta og fara að gera eitthvað. Það er fáránlega þægilegt þegar maður er að pússa að vera með svona kubb. Getur fengið þetta í húsmiðun eða bíkó eða hvað helvítis verslun sem er og setur basically sandpappirinn á hann og getur pússa og það vart ekki að fokka í puttunum og svona. Smá tips. Þá er ég búinn að pússa veggina og ég byrjaður að spasla aftur veggina út af því að það er eins og hérna. Ég átti alveg von að ég myndi þurfa að spasla þetta aftur en þetta lítur ótrúlega, ég er ótrúlega ánægður að hafa tekið þessa ákvörðun að losa okkur við hennar vegg. Það var semsagt veggur, ef þú horfið á gömul vídeoblogg, þá munið eftir því, kannski þægilegast að hérna bara, þá var semsagt veggur hérna utanum sem lokaði semsagt forstofuna og það var hurð hérna og út af því að Benjamin er komin í herbergi hans Baltasars. Baltasars var hérna, núna er Baltasar komin hingað. Og við vildum ekki setja Baltasar inn í þetta hérna herbergi nema taka vegginn burt þannig að þetta sé opið rými, fattar þau. Þannig að við vitum þegar hann er að fara, eða þegar hann er inni. Og einhverju út af vegna var alltaf þessi íbúð, þetta herbergi var alltaf eins og ekki hluti af íbúðinni. Við vorum alltaf með hurðina lokað og við einhvern veginn notuðum aldrei herbergið. Þetta var eiginlega bara draslara herbyggi og einhvern veginn við glemdum alltaf þessu herbyggi. Þannig að núna út af að Baltasar er komin í sitt eigið herbyggi og Benjamin er komin í sitt eigið herbyggi, þá ákváðum við að taka þennan vegg niður bara til að opna rýmið. Og það var líka hornið sem var hérna, það var alltaf svo bilaslega mikið, það lækkaði þessi
lækka í tónlistinni. Já, það var alltaf svo mikið myrkur í þessu hérna horni og basically eini glugginn glugginn sem þarna og ljósið sem við erum með hérna uppi var ekki nóg. Þetta eru kastarar eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta er bara venjuleg ljós. Þau voru ekki að ná að lýsa þetta rými og eins og hornið hérna, baðherbergið okkar er hérna inni. Þetta var alltaf myrkur, eiginlega bara þó að var bjart úti þá var alltaf myrkur hérna inni. Við erum að finna þvílíkamun núna eftir að við tókum vegginn hvað öll íbúðin er miklu bjartari og hún er miklu stærri og íbúðin stækkaði fáránlega mikið við að taka hennar vegg niður. Og já, ég ætla að halda áfram að spasla og ég tek upp vélina bara eftir smá. Út af því að við erum að fara í útvarpið þá þarf víst að ég skil samt ekki af hverju við þurfum að mála okkur og við erum bara að fara í útvarp sko. Hvað er minn? Ég þarf að sjá þér sko. Það er eitthvað sem ég skil ekki. Nei, ég meina þú ferð ekki ómálar í útvarp, það er alltaf, þú þarf að sminka þig sko. Þetta er útvarp, það er ekki að sjá mig sko. Jú. Nei, þetta er reyndar sjónvarpanda líka, þannig að ef þú ferð á kissfm.is Já, ég er að segja. Ok, þá verðum við að vera að mála okkur. Þá held ég bara að ég sé bara helvíti góður í útvarpið. Það farið betri lýsingu sko, sést þetta. Þetta er ógeðslegt sko. Ég ætla að henda mér í sturtu. Þá verður 40 mínútur í útsettingu og það verður að næra sig eitthvað aðeins. Þannig ég er með, ég set hámark í glas, bara þægilega að draga það. Við fengum dunk á rúðuna hjá okkur. Sessi litli sæti fugl. Oh my god, þau voru sko tveir að fljúga saman, annar er að beygði upp og þessi beint úr þann. Tjekka á honum. Þetta er bara lítill sætur ungi. Elsku kallinn, ekki allt í lagi? Allt í lagi? Hann er bara svo lítill. Þetta er eiginlega bara ungi. Sjá hann. En þeir eru, ég var að segja í dag við Anítu að tréð sem er hérna, ég veit ekki hvort þetta hérna tréð sem er hérna, það er, og hérna, þetta hérna, það eru berið einhver anskotin í trénu og tréð var stútfullt af fuglum á það og ég held að þessi séu örugglega bara einn af þeim. Elsku kallinn. Keyrðum á fálka daginn. Nú kemur þessi bíbí. Ég veit reyndar ekkert hvað tegund er. Skógarþröstur. Það er náttúrulega stendur og... Já, það er sem sagt 35-40 mínútur þangað til að við þurfum að vera mættir í Kiss FM. Ég ætla að grípa með smá samlokum. Þetta er basically, hvað sagði þetta? Próteinbrauð. Próteinbrauð. Sem ég gekk frá bónus? Já, bara svona bónus próteinbrauð. Nei, þetta er ekki auglýsing og við fáum ekkert fyrir þetta. Við höfum að borga fyrir þetta sjálf. Þetta brauð, ég er svona hvítbrauðmaður. Mér finnst hvítbrauð langbest. Það er svona betra bragðið og eitthvað. Þetta er bara þessu fínt sko. Varstu að segja þessi brauð fínt? Já, mér finnst það alveg. Þú ert að ljúga! Nei, ég er nefnilega ekki að ljúga. Ég er nefnilega ekki að ljúga. Ég sé á augunum, hann er að ljúga. Nei, nefnilega ekki. Ég er nefnilega ekki að ljúga. Þetta er rosa gott brauð. En ég þarf eiginlega samt að minnka brauð. Og já, ég ætla að klára að drekka hámarkið minn og borða brauðin og svo leggjum við á staðinn niður í Kiss FM. Ja, herru, þá komum við að þessu. Við erum komin hérna fyrir utan Kiss FM. Sjáumst inni þar. Herru, þá erum við komin hérna í stúdíu á Kiss FM. Við erum að fara í loftið eftir örstutta stund og hérna eru gullfallegir strákarnir. Takk fyrir. Já. Og já, við bara ákvaðum að koma okkur í form og ætlum að gera þetta svona. Og hérna... Ja, herru, þá er útvarpið búið og núna erum við að fara ná í Baltasar Leví. Hæ!
Ái, táslan. Þetta er með óáfi táslunni. Þá erum við komin aftur heim úr útvarpinu. Strákarnir eru að fara að sofa. Benjamín er búinn að borða. Baltasar er búinn að borða. Þannig að það fer að styttast í það að ég þarf að koma þeim í lúlið. Þannig að ef þetta er stutt, biðst ég ofboðslega afsökunar á því. Þú veist að mér þykir ofboðslega vænt ykkur öll sem eru búin að subscribe mig, hvort sem þið eru ný eða gömul. Bara mér þykir ofboðslega vænt ykkur. Bara munið eftir því að fylgjast með okkur á Snapchat. Þessi keppni og þessi áskorun er ótrúlega spennandi og ég er ótrúlega svona þetta verður skemmtilegt og þetta verður rosalegt og Anita heldur í alvörunni að ég sé ekki að taka þessu alvarlega en ég vil bara ekki sýna henni hversu mikið ég er að undirbúa sjálfa mig í hausnum og ég get ekki beðið eftir því á morgun að fara á æfingu, fara í hress og taka á því þar og sem sagt basically, planið verður basically þannig að þegar ég vakna í fyrramálið þá fer ég með Baltasar í leikskólan og svo fer ég beint í herstöðar hress og mun taka á því þar í svona klukkutíma og 2 tíma og bara brennsla, power og allt sem því tengist. Á morgun munu tölur koma fram hérna inn á YouTube, tölurnar hvar ég stend og hvar Anita stendur og myndir af okkur hvernig við erum akkurat núna og já, ég ætla bara að enda þetta í dag, bara mér þykir ofboðslega vænt ykkur, þú veist þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye.